Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum og næst komum að því að tala klám og ofbeldi. Það var haldið ráðstefna hér á Akureyri undir þessari yfirskrift og málaflokkurinn að sjálfsögðu greiðlega alvarlegur og mikilvægur að ræðan og spjalla. Þú fékkst nú hugmyndina þessu heiti, klám og ofbeldi. Hvers vegna þetta heiti? Já, sko, það sem að kveikti þessa hugmynd var spjall mitt við 9. bekkinga í grunnskólum Akureyrar. Ég í starfi mínu hjá Aflinu, þar sem ég ráðgjafi líka. Þar fékk ég þann heiður að taka á móti 9. bekkingum og það kom mér svolítið á óvart hvað raun og veru lítil fræðsla var klám í grunnskólum og eldri bekkjum grunnskóla og hvað þau sögðu það var sammerkt með öllum hópum sem við tókum á móti að þau sögðu það hefur eiginlega enginn rætt við okkur klám og hvað við eigum að finnast klám. Mér finnst þetta ofsalega áhugaverður punktur af því að, þú veist, ég sit bara sem móður og ég hef aldrei sest niður við eldhúsborðið og sagt nú skulum við ræða klám þó maður hafi upplifað kynfræðslu umræður og umræður kynlíf og ýmislegt en klám hefur aldrei einhvern veginn, ég hef greinilega þegar þú segir það bara svona, það er hvernig á maður að gera það og á maður að gera það og svo framvegis og bara svona pæling út í loftið, á maður og hvernig? Rannsóknir sýna að meðalaldur, eða þegar krakkar að sjá klám í fyrst skipti, það er hvað, 11 ára, þau eru 11 ára gömul eitthvað svoleiðis, þegar sjá klám í fyrst skipti. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að við förum að ræða þessa hluti við krakkana. Því að ef við veltum fyrir okkur hvers konar hugmyndir þau eru að fá úr kláminu, það gengi mjög illa að komast einhvern veginn að einhverju svona skilgreiningu á klámi sem við getum öll sæst á. En ef við skoðum bara hvað í rauninni, hvað þetta svokallega mainstream klám, þá erum bara að tala klám sem er vinsælt og algengt hverju sinni og það var margir gert það bara farið í það innihaldsgreina klám. Og ef við skoðum aðeins hvað einkennir klám, þá eru það hlutir eins og kvenfyrirlitning, hlutgerving og það sem er kannski alvarlegast að það er mikið ofbeldi og misnotkun og niðurlægingu í klámi og þetta er náttúrulega, það er engin nánd, þarna er svona kynlíf sem byggir ekki á jafningjagrundvelli og ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að velta fyrir okkur hvaða áhrif hefur það hvaða áhrif hefur svona mikil klámneysla og klámáhorf á bara kynvitund okkar og á hugmyndir okkar kynlíf almennt. Eru til einhverjar upplýsingar að rannsóknir einmitt á því hvað það er að segja við gerum okkur öll grein fyrir því að klámiðnaðurinn er einhvern veginn hryllilegt fyrirbæri en hins vegar neytandinn gerum við okkur einhverja grein fyrir maður ímynda sér einmitt að það gæti haft hryllilegar afleiðingar en er það reyndin af því það er mjög, þú upplifir klámorðið allstaðar sérstaklega í rafræna heiminum. Ég meina maður kemst alltaf hjá því að það poppar allt í einu upp eitthvað eða þannig að og maður veltir fyrir sig hvort og hvaða afleiðingar það þá hefur á samfélagi. Sko, ég hef einmitt velt þessu svolítið fyrir mér og ég er svo sem kannski ekki lagst í eiginlega rannsóknir sjálf á þessu en það sem mér fannst merkilegt við þetta að við erum rosalega lítið að tengja í almennu umræðu og upplifun okkar að þá erum við samt mjög lítið að tengja klám við ofbeldisverknað og það er eins og Hildur segir, þú veist, hvaða áhrif hefur þetta á okkur ef við erum að horfa bara á eitthvað og við tökum það sem eitthvað sem er normalt í raun og veru en það er í raun og veru ofbeldi. Hvað áhrif hefur það á okkur og hvernig ætlum við þú veist, hvað ætlum við að gera með þessu upplýsingar? Hvað ætlum við að gera með það að við höldum að kynlíf til dæmis eigi að vera svona eins og þessi klámsena sem við horfðum á. En er það víst að það gerist? Ég meina það getur maður ekki sagt bara hvaða, þú veist, tepruskapur er þetta er hvað sem er til út í heimi, þetta er eitthvað sem að leyfum mér að segja að sé mjög algengt að fólk horfi á klám og og margir sem upplifa það bæði sem eðlilegan og jafnvel bara krydd í tilveruna og þess háttar. Já,
Þetta er nefnilega mjög góð punktur og þetta er mjög algengt mitt sko að maður heyri þetta ef maður fái þetta í andlitið þegar maður ræðir þessi mál bara ef maður einhvern veginn er ekki tilbúin til þess að sko spila eftir leikreglum klámiðnaðarins að það einhvern veginn bara jafngildi það einhvers konar tepruskapi eða þetta að maður einhvern veginn sé ekki nógu ef maður sé eitthvað heftur í kynferðismálum eða eitthvað svoleiðis en það náttúrulega málið er að sko klámbransinn, þetta er náttúrulega risastór iðnaður og við erum að tala að þetta er iðnaður sem er að velta sko formúum og það er náttúrulega þeirra hagur að sko gera klám einhvern veginn að bara einhverju svona eðlilegri neysluvöru og þannig að það er einhvern veginn smám saman og þá í því samhengi tölum klámvæðingu, það er þetta, það er einhvern veginn alltaf verið að sko einhvern veginn að sko þegar klám verður bara einhvern veginn smám saman hluti af okkar hversdegi og hérna búið að smeyja einhvern veginn kláminu og er alltaf verið að einhvern veginn ýta því að okkur og þá er alltaf verið að selja okkur einhvern veginn einhverja hugmyndur og einhverja ímynd að þetta sé eftirsóknarvert í kynferðismálum og það er það sem við þurfum að velta fyrir okkur sko, ok, hverju er þá verið að miðla, hvaða hugmyndafræði erum við að fá eða hverju er verið að miðla frá úr kláminu og er það æskilegar hugmyndir. En gæti eitthvað sagt, nú horfum við á, hvort þetta tengist eins og umræðunum ofbeldismyndir eða við horfum á mikið af, ég meina það er eitt af vinsælsta efninu bara gríðarlegt ofbeldi, morð og níði, alls konar hinna og þessar áttir, að það gerir ekki endilega neytandan að morðingja eða glæpamann eða ræningja eða þó það verið áhuga á slagsmálamyndum sem eru ekkert nema pjúra hryllilegt ofbeldi sem er bara algjör skelfing og þú veist, er þá verið að normalisera það hversu mikið ofbeldi ef við tökum ekki kynferðis, erum við að neyta bara konstantli og þessi aðskilnaður á raunveruleika og hérna Já, það er náttúrulega sko, það sem að gera kannski klám öðruvísi heldur en til dæmis, já eins og þú tekur dæmi ofbeldismyndir og annað það sem að eru framin gríðarlega ofbeldisverk vissulega, er það flest okkar lifum kynlífi á eitthvað hátt. Við hins vegar kannski stundum það ekki sem hluti af okkar daglegu rútínu að lemja fólk. En þannig að það er það sem að gera þetta sko erfiðara fyrir okkur. Það er hluti af eðlilegu mannslífi að hafa kynlanganir og langa í kynlíf og upplifa það og upplifa það sem gleðilegan og góðan og þægilegt eitthvað sem að gleður okkur. Og það er það sem er svo erfitt við klámið. Vegna þess að við erum ekkert alltaf viss það, er þetta eitthvað sem að þú veist, þægilegt og gott og hluta mínum þörfum og það sem er langa til þess að upplifa eða er þetta eitthvað vont? Svo held ég líka sko að við hljótum að velta fyrir okkur. Nú hafa sko Stígamót til dæmis bent á að það er alltaf að koma fleiri og fleiri sko svona alvarlega, mjög gróf ofbeldismál inn á borð til þeirra og þá er alveg verið að tala með að vísa til hérna lyfjanauðgana og hópnauðgana sko og þau hafa bara fullyrt að þetta sé í rauninni áhrif bara úr kláminu og við getum velt fyrir okkur sko sérstaklega varðandi hópnauðganir, ég meina sko er það eðlileg löngun sko ég einhvern veginn leyfi mér að setja stórt spurningamerki við þá eins varðandi lyfjanauðganir að sko einhvern veginn þessi hugmynd að þú getur bara sko einhvern veginn neytt líkama annars algjörlega óháð samþykki viðkomandi og komið fram í viðkomandi bara eins og hlut að þú þurfur einhvern veginn bara nýtir viðkomandi til þess að fá útrás fyrir þína þarfir og við getum veltið fyrir okkur hvort að þetta séu eðlilegar langanir og þarfir. Segjum að við komumst að því á þessum 9 mínútur sem við erum búin að spjalla að niðurstaðan sé ok, klám þetta er ekki gott mál og hvað? Já, risastór spurning. Fræðsla, það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 og þetta að við förum að ræða þessa hluti við börnin okkar og það er allt og seint að fara að ræða þessi mál við krakkan okkar þegar orðnir unglingar. Þau eru þá búin að vera að horfa á klám kannski 4-5 ár. Og hvað á maður að segja? Ég ímynda mér nú hérna bara yngstu dóttur mína með sín stóru brúnu augu 11 ára og ég bara hvernig á ég einu svona að byrja þetta samtal? Ég held að sé rosa gott að byrja einmitt að tala þetta, að við séum all kynverur.
þú veist. Vá hvað ég hlakka til þess að ræða það við hana. Og þetta undirstrika í sko að þetta sko gott kynlíf snýst sko þetta að einstaklingar að mætast á jafningja grundvelli og það þarf að taka tillit til þarfir og langana beggja. Það eitthvað mjög óeðlilegt, þetta bara orðin einhvers konar einstefna. Þegar annar aðilinn einhvern veginn settur í þjónustuhlutverk til að koma til móts við þarfir og langanir sko hins. Þetta snýst nánd, þetta snýst svona jafningja grundvöll. Mögulega ást og kærleika. Akkurat. Þetta verður það flippað. Akkurat, og það eitthvað sem við sjáum til dæmis aldrei í kláminu. Þannig að... Og það líka gott að segja bara strax út, það klám ekki eðlilegt. Það er ekkert raunverulegt við klám. Það er ekkert raunverulegt sem á sér stað, ekkert frekar heldur en það sé raunverulegt. Börn mjög fljóta að átta sig að því að það er ekki raunverulegt að maðurinn deyi sem er skotin í bíómyndinni. Og það er eins með klám, en þau eru mjög fullorðin þegar þau gera sér grein fyrir því að það er ekki raunverulegt. Já, okay. Ég meina, útskýrðu það bara eins og þegar ég var að tala við mína unglinga í 9. bekk. Ég sagði bara, útskýrðu það við einhver ákveðna senu, hér einhver rassamynda sena skilur, þá þarf kannski 3 myndavélar og það er kannski að klippa á milli, tökum þetta aftur, snúðu fyrir eitthvað svona. Í alvöru kynlífi er það aldrei slíkt. Þannig að þú veist, þetta, krakkar eru ekki að gera sér grein fyrir þessu. Nei, þetta er svolítið sniðugt. Já, að bara einmitt að segja þetta. Við erum öll með langanir. Kenna þeim meira bara kvikmyndagerð. Já, nákvæmlega. Þú veist, við erum öll með langanir, okkur langar öll og þess vegna þetta forvitanlegt, en þetta ekki raunverulegt. Þannig að... Ég held að reyndar að við höfum alveg rosalega margt eftir að ræða tíminn okkar farin núna, en svona niðurstaðan kannski að tala aðeins meira bæði saman og við hvort annað, fræða, upplýsa og velta vöngum en ekki fara svona kannski hugsunarlaust og enda bara einhvers staðar þar sem við ætlum okkur ekki að fara. Takk fyrir spjallið. Takk. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.